Já, ég hef mikinn áhuga á þessum fundi fyrir ýmsar sakir. Ég er náttúrulega búinn að vera að undirbúa þennan fundi í nokkra mánuði og verið að vinna með gríðarlega skemmtilegu fólki. Og það sem ég finnst vera hvað áhugaverðast er að sjá hvað kemur út úr því ef maður fær þennan hópa fólki, 1500 manns, saman á eitt stað til þess að ræða fyrst og fremst í raun gildi og framtíðarsýn eins og hver og einn sér það, eða sér þessa sýn. Vegna þess að ég held að fólk sé orðið ákaflega þreytt á fjármálahugtökum, vísitölum og stýrivöxtum og það sé bara komin tími til þess að við tölum það sem skiptir okkur máli og sem stendur okkur næst. Og ég hef einhvern veginn þá trú að ef að fólk gefur okkur þennan tíma sem er náttúrulega gríðarlega verðmætt og það er til mikils ætlast að fólk fara að mæta. Þetta er ekki alveg sjálfgefið þó svo maður sé búin að lifa og hrærast í þessu undanfarna mánuði og er orðin gríðarlega spenntur. Þá er ekki sjálfgefið að fólk sem er að fá bréf frá okkur stökkvi til, treyst okkur fyrir því að þetta verði í lagi. Þannig að ég verð ákaflega stoltur ef við fáum þennan fjölda 1200 til 1500 manns væri gríðarlega góður árangur. Og bara það að koma þessu fólki saman, bara að það að fá þetta fólk til þess að ræða saman þessi grunnatriði, held ég að muni skila ekki bara þeim, heldur öllum þeim sem eru í kringu það fólk, mjög jákvæðum ávinningi. Þetta mun líka lyfta okkur upp í alþjóðasamfélaginu. Þetta er einhvað sem hefur ekki verið gert áður og mér finnst vera svona spennandi þessi hugsun að við höfum verið kannski fyrst að falla en eigum góða möguleika á því að vera fyrst að fara upp úr þessari dífu. Þannig að ég er mjög spenntur núna 2 vikum fyrir fund að sjá hvort að þetta gerir sig eins og við erum að hugsa það. Og ef að við fáum þessa þáttöku, þá hef ég fulla trú að þetta gangi.